Og áfram hölduðu með föstudagsþáttinn. N4 að gera þætti ungt fólk og krabbamein og fyrsti þátturinn fór í loftið nú á dögunum og það var viðtal við Baldvin Rúnarsson og hann kominn til okkar. Velkominn. Takk fyrir það. Þú fyrst sterk viðbrögð við þessum þætti. Getur aðeins lýst því? Já, þetta var svona strax eftir þátt og svona dagana eftir það var inboxið fullt og maður var bara í fullri vinnu við að svara fólki sem maður bæði þekkti mjög vel og sem maður þekkti minna. Og þá vildi allir vita meira og mikið að hrósi bæði til mín fjölskyldu og bara á N4. Já, já. Kom þér þetta óvart eða bjóstu við þessu? Ég bjóst alveg smá við þessu af því að það voru svona viðbrögð sem ég fékk þegar ég ákvað að hlaupa hálft maraþon strax eftir lyfjameðferð árið 2016. Þá fékk ég mjög sterk viðbrögð en þetta voru jafnvel stærri viðbrögð. Maður bara þurfti ritara þarna fyrstu 2 dagana eftir þátt. Og hefur getað svarað öllum póstum og vonandi. Já, já. Magna. En þetta bara hinu góða. Já, heldur ekki að það þurfa að komast svolítið upp á yfirborðið umræðan krabbamein og bara fólk sem í þessum aðstæðum? Jú, klárlega. Fólk mjög feimið og oft svona fólk, bæði eldra og fólk á mínum aldri, hafa verið feimið kannski við að spyrja mig kannski hver staðan og þú veist hvað næst og þess háttar og núna eftir þátt þá voru einhvern veginn miklu fleiri tilbúnir að spyrja. Kannski að því að þeir sjá að þeir finnst kannski ekkit erfitt að tala þetta eða hvað? Getur það verið ástæðan? Já, allavega það þannig í mínu tilviki. Mér finnst ekkert mála að má spyrja mig af öllu tengdu krabbameininu. En svo getur náttúrulega verið annað fólk sem í svipuðum sporum finnst erfitt að tala það. Já, það getur nefnilega verið. Og hver staðan núna? Ertu í lyfjagjöf? Já. Ég fer í lyf í æð annan hvern mánudag eins og staðan núna. Hérna á Akureyri? Á Akureyri, já. Og eftir fyrstu myndatöku, segulómskoðun, eftir þessa lyfjagjöf í æð sýndist bara góður árangur, eða sást góður árangur. Hafði æxlið minnkað? Svona eitthvað dregist saman. En ég skoða myndirnar rosalega lítið. Þessi mynd sem kemur í þættinum ungt fólk og krabbamein, það bara fyrsta mynd sem tekin eftir greiningu. Og svo aðeins búið að kroppa í hana og draga saman og þenjast út og eflaust margt. En ég skoða ekki þessar myndir. Þetta ekkert að velta þær upp úr því. Hvenær lýkur þessari lyfjagjöf, segirðu? Það bara... Veit enginn? Nei, það ekkert ákveðið. Nei. Sem bara fínt. Það bara eru 3-4 lyfjagjafir og svo tekin segulómskoðun og þá leggjast bæði krabbameinslæknarnir og heilaskurlæknirinn yfir þetta og þeir bara ákveða þetta. Og að meðan heldur þú þínu striki og ert upp á Þórssvæði að æfa eða hvað, þjálfa? Já, ég að þjálfa upp á Þórssvæði og svo bara ég að halda áfram að ferðast og þess áttar. Ykkur ferðalög í kortunum? Já, ég ætla til Danmerkur mánaðamótin á tónleika og svo mánaðamótin mars-apríl ætla ég síðan með fjölskyldunni til Tenerife. Já, frábært. Hvaða hljómsveit ertu að fara að hlusta á? Post Malone heitir rapparinn. Já. Við erum að fara einhverjir 8 vinirnir saman. Já. Frábært. Eitthvað svona einhver ráð sem þú getur gefið fólki sem kannski aðgreinast, nýgreint, eitthvað svona sem þér hefur reynst vel? Sko, það eins og með bara allt í lífinu og það ekkert ein rétt leið þetta rauninni bara að finna þína leið sem þér líður vel með. Það svona kannski helsta ráðið. Og það getur kannski tekið smá tíma að finna út úr því? Já. Hvaða leið maður vill fara?
Já, ég hef aldrei hugsað þetta sem eitthvað svona, bara eitthvað lifðu deginum í dag eins og hann sé svo síðasti. Nei. Ég hef aldrei hugsað neitt svoleiðis út í þetta. En bara, eftir daginn að þú hugsir bara, ok, þetta var góður dagur. Já. Þú varst kannski í vinnunni, þú varst kannski að hreyfa þig eða hvað sem þú varst að gera. Þú hugsa bara eftir daginn, bara já, mér leiði vel í dag og þá er kannski hægt að vinna með það, að halda því áfram. En ekkert svona sérstakt ráð sem ég get sagt bara gerðu þetta. Nei. Mér finnst það rosalega erfitt að segja það. Nei, bara reyna að fylgja sinni sannfæringu, sínu hjarta og finna sína leið kannski. Já. En þetta er samt fallegt að í lok dags að aðeins að staldra við og þetta gekk nú bara sæmilega, þetta gekk nú bara vel, þetta var bara góður dagur. Já. Það er okkur svolítið mikilvægt. Og bara fólki sem þér líður vel með, að reyna að vera með því sem mest. Og þinn svona nánasti kjarni, hann hefur stuttið vel og ekkert orðið feiminn eða svona dregið sér í hlé? Nei, auðvitað er þetta náttúrulega skrítið fyrst. Já. Og ég get alveg ímyndað mér það sjálfur að ef besti vinur minn hefði greinst bara í menntaskóla, ég veit ekkert í rauninni hvernig ég hefði tekið því og hvernig ég hefði, hvort ég hefði svona dregið mig og passað mig og verið svona varkár í kringum hann. En eftir að ég hef greinst þá vil ég það alls ekki. Einmitt. Ég vil að ég sé bara ennþá sami félaginn, sami gaurinn sem þú grínast í og... Þetta er einmitt. Og það er kannski ráð sem ég get gefið fólki sem á aðstandanda sem greinist. Ekki fara að tipla á tánum og draga þig frá og taka tillit. Vertu bara alveg halda áfram að vera eins og þú varst. Já. Allavega finnst mér það mjög mikilvægt að allir þeir sem eru í kringum mig hugsi bara mig eins og þeir gerðu áður en að ég greinist. Þetta eru flott lokhorn, nema að sé eitthvað fleira sem þú vilt bæta við? Nei, bara haldið áfram að vera góð hvort annað. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og gangi þér vel. Takk kærlega fyrir að fá mig.